Þetta er sagan af litla bílnum litlausa. Það var einu sinni pínulítill bíll, bara svona pínu leikvangabíll úr plasti, eins og fyrir litla krakka, þú veist, pínu litla krakka, samt ekki eins bílar og þú átt, heldur allt öðruvísi. Þetta var nefnilega mjög skrítinn bíll. Hann var pínulítill og mjög skrítinn, því hann hafði engan lit. Hann var ekki gulur, ekki grænn, ekki rauður, ekki svartur, ekki blár, ekki hvítur. Hann var svo skrítinn að það sá hann enginn. Þetta var því svona galdrabíll. Hann gat farið allt sem hann vildi og skoðað allt sem hann vildi því það sá hann enginn. Hann gat keyrt upp á gangstéttir, farið í húsdýragarðinn og allt. Enginn sá hann. Hann gat meira segja keyrt inn í hús og skoðað hvað krakkar voru að gera heima hjá sér. Skoðað dótið þeirra og strítt þeim með því að keyra á tærnar á þeim. Þá urðu þau alveg voðalega hissa því þau sá ekki neitt, heyrðu kannski bara pínlítið urr og kölluðu þá stundum hátt: Mamma, mamma, það kom eitthvað við tærnar á mér. Þá komu mömmurnar bara og sögðu: Hvaða vitleysa er í þér, krakki? Hættu þessu bulli. Þá hló nú bara litli bíllinn. Einu sinni fór hann inn í hús við Grettisgötu. Þar átti heima strákur sem heitir Steini. Hann var 3 ára og átti fullt af dóti og marga bíla. Litli bíllinn fór eftir þetta oft til Steina því bílarnir hans voru svo fallegir á litin. Gulir, grænir, bláir, bara alla vega á litin. Mikið langaði litla bílinn að verða einhvern veginn á litin. Hann reyndi til dæmis oft að nudda sér upp við aðra bíla til að reyna að fá litin af þeim til að festast á sig. En ekkert gerðist. Litli bíllinn var svo litlaus að hann gat ekki einu sinni skoða sig í spegli. Einu sinni, þegar hann fór í heimsókn til Steina, var hann ekki heima, en mamma hans hafði farið út með ruslið og skilið hurðina eftir opna. Þess vegna komst hann inn. Heima hjá Steina var stór spegill á ganginum sem náði alveg niður í gólf. Aumingja litlausa bílnum langaði svo mikið til að skoða sig í spegli og þá var hann alveg rosalega heppinn því hann fann nefnilega gamlan sokk inni á klósetti. Sokkurinn var með stóru gati og þá fékk litli bíllinn frábæra hugmynd. Hann keyrði bara inn í sokkinn og keyrði svo með sokkinn utan á sér fram á gang þar sem stóri spegillinn var og keyrði svo fram og tilbaka fyrir framan hann. En hann sá engan bíl. Hann sá bara sokk sem var á fullri ferð fram og tilbaka fyrir framan spegillinn. En hann var líka svolítið óheppinn því hann heyrði ekki þegar að mamma hans Steina kom inn. Hann var svo upptekinn með að horfa á sokkinn í speglinum. Allt í einu heyrði hann alveg rosalegt öskur. Aaaaaaah! Hann hrökk svo við að hann var næstum búinn að fá bensínstíflu í litlu vélina sína. Þetta var ekkert skrítið því þegar Inga, mamma hans Steina, kom inn eftir að vera búin að henda ruslinu, þá sá hún sokk á fullri ferð á gólfinu í ganginum. Hún varð alveg skíthrædd og öskraði svona hátt því hún hélt að það væri mús inn í sokknum. Aumingja litlausi bíllinn náði að forða sér út en var svo hræddur að hann kom ekki heim til Steina lengi. En litlausi bíllinn var einmana. Hann var búinn að keyra út allt, keyra og keyra, leita og leita, en fann engan vin. Hann var búinn að fara niður í fjöru, keyra upp á fjall, fara inn í mörg hús, en enginn sá hann og enginn vissi að hann væri til. Honum leiddist.
Einu sinni, eftir að hann var búinn að keyra gegnum göngin og aftur til baka, var hann svo þreyttur þegar hann kom heim að hann steinsofnaði í litla bílskúrnum sínum. Hann steinsvaf. Allt í einu fann hann alveg svakalega mikla sápulykt og hann var allur alveg rennandi blautur. Grey litli bíllinn skildi ekkert í þessu. Hvað var að gerast? Svo opnaði hann augun og horfði í kringu sig og nú var hann hissa. Hann var kominn inn í stórt hús og það voru speglar út um allt. Og nú sá hann svolítið skrítið. Þegar hann horfði á speglana, sá hann rosalega fallegan bíl. Hann var rauður með gulu þaki og fallegum ljósum. Litli bíllinn hugsaði og hugsaði, svo allt í einu fattaði hann og kallaði hátt: Ég sé mig, ég til, ég sé mig, ég sé mig. Litli bíllinn var nefnilega inn á bílaþvottastöð. Sápan þar hafði þvegið af honum litinn sem enginn gat séð. En það hafði fleira breyst. Allt í einu var komið stór grænn takki við hliðina á stýrinu. Litli bíllinn var forvitinn og ýtti á takkann og ups! Allt í einu sá hann sig ekki lengur í speglinu. Hann var orðinn litlaus aftur. Rosalega brá litla litlausa bílnum mikið. Hann hélt að nú væri allt orðið eins og það var áður og fór að hágráta. Meira að segja litla pústurörið hans hristist og sagði pu, 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 alveg eins og grátur. En þá tók hann allt í einu eftir að stóri græni takkinn var þarna ennþá og ýtti á hann og ups! Hann sá sig aftur í speglinum. Nú var litlausi bíllinn glaður. Hann gat stjórnað hvort hann sæist eða ekki. Nú þyrfti hann ekki lengur að vera einmana. Hann hugsaði og loksins fattaði hann. Hann ýtti á græna takkann, varð litlaus og laumaðist út. Hann komst inn í búðina sem selur öll leikföngin og stökk upp í hilluna ofan á öll hin leikföngin. Svo beið hann og beið. Allt í einu kom Inga mamma hans Steina í búðina. Hún var að leita að afmælisgjöf handa Steina sínum og sá fallegan rauðan bíl með gulu þaki og blikkandi ljósum og fannst hann svo fallegur að hún keypti hann. Þegar litli bíllinn vaknaði var hann alveg hissa. Hann var kominn í stóra leikfang á kassan á Grettisgötunni heima hjá Steina. Kannski var þetta bara ekki draumur, heldur í alvörunni. Núna líður litla litlausa bílnum vel. Hann er uppáhaldsbíllinn hans Steina, sá flottasti í öllum heiminum. Og það gerðist annað mjög skrítið. Græni takkinn var horfinn. Það var líka allt í lagi, því núna var litli litlausi bíllinn svo ánægður að allir máttu sjá hann. Hann var nefnilega langflottasti bíllinn í öllum heiminum.